síðan hér deiliskipulag efri byggð Stöðvarfjarðar, uppfærð greinagerð sem hér lögð fyrir, grenndarkynning vegna Blómstöðalla 31, grenndarkynning vegna Kvíabrekku 1A og óveruleg breyting á deiliskipulagi smábátahöfn Bankastræti á Stöðvarfirði og síðan óveruleg breyting deiliskipulags miðbæjar Neskaupstaðar. Þannig að þetta það sem hér í boðaðri dagskrá, en við göngum þó bara til fyrsta liðar dagskrá sem fundargerðir bæjarráðs númer 908 og 909. Orðið laustu það Ragnar Sigurðsson Já, áður en ég hleypi Ragnar þá rétt að bæjarfulltrúi Jóhanna Sigurðsdóttir hefur óskað eftir því að liður 9 í fundargerð 908 verði tekin sérstaklega til umfjöllunar atkvæðagreiðslu þar sem hún lýsir við vanhæfi því máli. Einhver hreyfa því andmælum. Ef svo ekki þá liður 9 ritari góður tekin úr fundargerð 908 hér á eftir fundargerðan. En Ragnar Sigurðsson við beðum orðið, gjörðu svo Ragnar. Forseti, bæjarstjóri, getur bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara hér yfir fundargerðir bæjarráðs númer 908 og 909. Það þá fyrsti liður í fundargerð 908, þar var verið að fara yfir framkvæmdir ársins, stöðuna á þeim og þeim fjölmörgu viðhaldsmálum sem við höfum verið með í gangi í sumar og staðan þar er bara alltént nokkuð góð. Auðvitað það svo eins og oft á þessum tímum árs að þá viðhaldspotturinn hjá okkur við það að vera þaninn fjárhagslega og kemur það til vegna svona óvæntra viðhaldsmála hjá okkur og þar má nú einna helst nefna þakviðgerðir á grunnskóla Eskifjarðar sem að hefur reynst dýrari og umfangsmeiri heldur en upphaflega var áætlað. En almennt nokkuð góður gangur í allflestum málum og í sumum þá hefði maður kannski viljað að við værum komin lengra og má það kannski einna helst nefna leikskólann á Eskifirði sem að við gerðum vonir að væri fullbúinn eftir sumarið og það stóð til en það einhver vöntun á því að hurðir og annað séu búin að berast í tæka tíð. Í lið 1-2 þar voru að fara yfir málefni sem hefur verið hér til umræðu áður og varðar vatnsveitu Stöðvarfjarðar. Þar verið að vinna tillögur að úrbótum á vatnsveitunni. Eins og komið fram í fjölmiðlum þá vatnsveitan þar og þetta víðar flókið fyrirbæri. Þar sem að þetta lagnir og annað eru ekki skrásettar rétt en það verið að vinna að þrýstuprófunum núna og við tökum málið svo fyrir aftur að nýju og verðum þar með ítarlegri tillögur til úrbóta á vatnsveitunni þar auk þess sem verið að vinna að því að gera tillögur það hvar best að vera með geislabúnað og annað til þess að tryggja að vatnsveitan þar þrífist og starfi eðlilega. Nú í lið 1-5 þar voru að fara yfir áhrif kjarasamninga og undirbúa okkur þar fyrir viðaukagerð. Þar fórum við yfir breytingar sem að hafa orðið frá upphaflegri launaáætlun og heildar launakostnaður í launaáætluninni uppfærði eru tæpir 6 milljarðar og hækkar þar frá upphaflegri áætlunum rúm 8% og það fyrst og fremst áhrif kjarasamninga. Stærsti þátturinn þar er fræðslumál en þarna jafnframt líka nýir kjarasamningar hjá slökkviliðinu og einnig hækkanir innan íþrótta- og æskulýðsmála og hjá félagsþjónustunni. Nú í lið 1-6 þar er viðauki einmitt vegna breytinga á launaáætlun og það verður tekið fyrir sérstaklega undir önnur mál eins og jafnan gert varðandi viðaukagerð.
Nú í 1.7 liðnum þar var farið yfir rekstur skíðasvæðisins, annars vegar bara reksturinn eins og hann sem að að glíma við framúrkeyrslu frá fjárhagsáætlun, og það skýrist einna mestu leyti út frá fjölda opnunardaga skíðasvæðisins síðasta vetur, og launakostnaður fer þar fram úr áætlun, og þar mest í kostnaðurinn sem fer í þá að tryggja þessa opnunardaga, færa til snjó og tryggja að sé hægt að skíða þessa daga sem að voru umfram það sem að í meðaltali hjá okkur af opnunardögum. Þannig að þetta bæði var það gleðilegt að það væri hægt að halda skíðasvæðinu í svo miklum rekstri, en því fylgir eins og alltaf aukinn kostnaður, en einnig var þarna verið að fara yfir viðhaldsmál, og þar það toppmastrið sem að hefur einnig verið til umfjöllunar, hef ég tekið eftir á samfélagsmiðlum og víðar, en toppmastrið í efri skíðaliftunni hefur fallið fram, og þar eru skemmdir á stálvirki og festibúnaði, og það óljóst hvað orsakar það, en menn hafa leitað í líkum að þetta sé bara vegna frostskemmda, og ljóst að við þurfum að bregðast við. Þarna vorum við að taka fyrir tillögur til úrbóta, og áætlaður kostnaður 20 milljónir króna sem að má auðvitað færa líkur á að sé vanáætlað, en enga síður þá þetta það sem við höfum að vinna með, og ég gerir ráð fyrir að við fáum inn núna tilboð í verkið og förum í þetta sem fyrst ef að okkur tekst svo til, en við erum auðvitað í kapphlaupi við tímann, og það verður fróðlegt að sjá hvað verktakar treysta sér í, því að þetta erfitt umfangs, en vonum það auðvitað að hægt verði að tryggja að toppliftan komist í samtlag fyrir hávetur. Þá var það næst liður 1.8, þar vorum við að fara yfir málefni skólavegar 91 til 112 sem hefur fjöldaskipta hér verið til umfjöllunar víða í bæjarkerfinu í gegnum árin, því miður. Ég held að við sem öll hér erum inni erum sammála það að þetta auðvitað ömurlegt ástand, að horfa á þessa grunna ár eftir ár standa þarna, upp úr þeim farin að vaxa gróður og lítið sem að bærinn getur aðhafst. Þetta auðvitað ekki okkar eign. Við höfum beitt þeim úrræðum sem að við getum til þess að tryggja að þarna sé öryggis gætt, og verktakinn hefur brugðist við öllum slíkum ábendingum. En auðvitað viljum við öll reyna að finna einhvern veginn lausn á þessu, og best væri auðvitað ef að eigandi grunnana myndi byggja eitthvað á þessari lóð, því að þetta úrvalslóð, og það væri auðvitað til bóta ef að þarna myndi rísa íbúðir, en ég vona að við getum þá þokað allavega málinu eitthvað áfram með samtali við eiganda grunnana og lóðarinnar, því þetta ástand vægast sagt orðið dapurt og leiðinlegt. Í lið 1.15 þá vorum við að fjalla tillögum flokkun Hamarsvirkjunar. Það auðvitað fagnaðarefni að ráðherra hafi sett virkjunina í biðflokk, en við hefðum að sjálfsögðu vilja fá hana í nýtingarflokk, og það hefði verið skref til bóta ef henni hefði verið lyft þangað upp. Við hins vegar ákvaðum að bóka í bæjarráði, og voru allir flokkar sammála þá bókun. Með leyfi forseta þá les ég upp bókunina. Bæjarráð Fjarðabyggðar leggur áherslu á, líkt og fyrr, að Hamarsvirkjun komi til framkvæmda sem fyrst,
Virkjunin mikilvæg forsenda fyrir áframhaldandi verðmætasköpun og uppbyggingu á Austurlandi. Meðal annars fyrir þróun græns orkugars á Reyðarfirði auk orkuskipta í atvinnulífi. Bæjará tekur undir fyrri umsagnir sveitarfélaga á Austurlandi og SSA áðurnefnt mikilvægi Hamarsvirkjunar á þessum þáttum og myndi tilkoma hennar bæta stöðuna verulega. Og bæjarritara var falið að koma þessum sjónarmiðum áfram og ég sé að önnur sveitarfélög eru að taka í sama streng og vilja fá umrædda virkjun í nýtingu. Og ég held að öll þau sveitarfélög sem eru hér fyrir austan hafa tekið undir þessi sjónarmið, allt frá Hornafirði til Vopnafjarðar og lítið hefur borið á andstæðingum þessarar virkjunar verði að segja, þó svo að sjálfsögðu séu einhverjir sem að vilja halda umræddi virkjun í verndun eins og eðlilega eru uppi slík sjónarmið en þarna einfaldlega flestir að vega heildarhagsmuni umfram þau sjónarmið og telja mikilvægt að þessi virkjun komist til framkvæmda sem fyrst og við hér í Fjarðabyggð tökum heils hugar undir það. Þetta mikilvæg virkjun til þess að tryggja áframhaldandi þróun í atvinnulífinu og þeirra grænu verkefna sem við erum hér að vinna að og ég held að flestir séu sammála að væri til bóta ef að græni orkugarðurinn yrði að veruleika því það mikilvægur liður ef að okkur á að takast að vera þátttakendur í því að fasa út jarðefnaeldsneyti að þá þurfum við að leggja okkar á mörkum. Í lið 1.16 þar voru teknar fyrir hönnunarteikningar að nýju tjaldsvæði við Strandgötu 62 á Norðfirði og ég vænti þess að við munum áfram vinna í þeim málefnum og þetta spennandi verkefni. Þarna búið að vinna heilmikla vinnu frá því að við samþykktum nýtt skipulag. Þær teikningar sem við höfum séð sýna fram á metnaðarfull áform á nýju tjaldsvæði á Norðfirði og ég held að það verði þegar á hólminn komið og fólk búið að sjá hvernig heildarmyndin á þessu verður, þá munu allir taka það í sátt þau áform sem við erum með uppi og sjá þar að þar verið að tryggja að tjaldsvæði Norðfjarðar verði sómi af til framtíðar og ég held að þau sjónarmið sem hafa verið uppi varðandi nýtt tjaldstæði fyrir ofan Bakka hverfið skáki ekki þessum tillögum. Ég held að þarna fari mun betur á tjaldsvæði heldur en annars staðar. Vegalengdir sem að maður hefur heyrt sjónarmið það á ekki við þarna. Það jafn langt inn að þessu tjaldstæði eins og fyrir ofan Bakkahverfið. Þannig að ég held að það verði sómi af þessu. Þetta ekki langt frá miðbæ Norðfjarðar. Það bara í góðu göngufæri. Þetta að mínum mati ekki iðnaðarsvæði heldur. Ég held að það eins og teikningarnar sem við höfum séð og þær hönnunar sem við erum að leggja upp með muni glöggt gefa til kynna að þarna lagður mikill metnaður enda þetta við inngang bæjarins og það verður sómi af þessu í framtíðinni. Nú í fundargerð bæjarráðs númer 909 þar var verið að fara yfir fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2026. Sú vinna í gangi innan nefnda núna og þar verið að afgreiða ramma sem að við í bæjarráði vorum að senda út til nefndana og verða þar til umfjöllunar og áframhaldandi vinnslu við fjárhagsáætlunargerð áður en að við í bæjarráði tökum það fyrir að nýju og gefum svo út endanlega ramma eftir umræður í nefndum og í bæjarráði. Nú svo í næsta lið var verið að staðfesta stofnframlag vegna byggingu 5 íbúða gegnum Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun þar sem að við erum í rauninni að staðfesta
þau framlög sem við höfum áður tekið fyrir í bæjaráði. Við fengum einnig gest undir lið 2-4, þar kom verkefnastjóri verkefni sem Sterkur Stöðvafjörður og er að fara svona yfir framgang þess verkefnis og þar íbúafundur í kvöld á Stöðvafjörði klukkan 6 það verkefni og þar verið að vinna áfram að þeim fjölmörgu verkefnum sem í gangi á vegum verkefnisins og verið svona vinna áfram í þeim verkefnum og tryggja framgang þeirra. Nú svo kom erindi undir lið 2-7 frá ungum Reyðfirðing sem með hugmyndir uppbyggingu á hjólarömpum á skólalóðinni. Mjög metnaðarfull áform og gaman að sjá unga íbúa senda inn slíka erindi og treysta á stjórnsýslu Fjarðabyggðar við það að tryggja málum framgang og við ætlum auðvitað að aðstoða hann áfram í þessu verkefni þó svo að við getum eflaust ekki farið í þetta strax vegna þess að við höfum ekki ráðrúm innan þeirra fjárhagsáætlana sem við erum að vinna með en við tökum þessu erindi fagnandi og vísum því til umfjöllunar í ungmennaráði og fólum svo bæjarstjóra að ræða við bréfritara og vinna þetta mál áfram í samráði við hann Ísar Leví. Svo var farið yfir þá vinnu sem við höfum átt með Heilbrigðisstofnun Austurlands. Þar við að vinna sameiginlega að því að koma á samstarfi þjónustu við eldra fólk, meðal annars í verkefninu Gott að eldast en jafnframt svona að tryggja uppbyggingu hér til framtíðar og erum þá að horfa heilt yfir á Fjarðabyggð, hjúkrunarrými, dagdvalarþjónustu og fleira, sjúkrahúsþjónustu. Þarna er gott að finna svona samstarfsvilja og ákveðin kraft sem að þetta samtal leiðir af sér og fjölmörg tækifæri sem við höfum og við höfum jafnframt farið söður til samtals við ráðuneytin og erum svona að vinna áfram að þessu með HSA til að láta síðan þessa vilja yfirlýsingu koma til framkvæmda og vonandi getum við klára þetta hratt og vel og mjög spennandi verkefni. Nú að lokum þá var afgreitt ákveðið hér í bæjaráði að hækka árlegt framlag til Pieta. Við gerðum samstarfssamning við Pieta samtökin fyrr á árinu þar sem þeir eru með mánaðarlegar heimsóknir hér og að tryggja svona ákveðna þjónustu við þá skjólstæðinga sem þess óska og jafnframt aðstandendur sem eru fórnarlömb í rauninni sjálfsvíga, meðal annars foreldrar og þetta samstarf við Pieta hefur verið einstaklega gott, það hefur verið þarft og það hefur verið mikil aðsókn í þessa tíma og þau sendu í rauninu okkur erindi þar sem þau óskuðu eftir auknu framlagi frá okkur þar sem að upphaflega upphæð í samningnum hún dugar vart fyrir þeirri þjónustu sem að þeir hafa verið að veita og okkur var sjálfsagt og skylt að veita viðbótar framlag til þess að tryggja að þeir geti haldið áfram sinni góðu og öflugu þjónustu og það samstarf sem að þeir hafa átt við okkar teymi í geðheilbrigðismálum sem að hefur verið að vinna vel og þétt saman og þetta kærkomin viðbót við það. Takk fyrir Ragnar. Á lengri haldið þá hefur bæjarfulltrúi Þuríður óskað eftir því að liður 10 fundargerðin verði í fundargerð 908 verði tekin sérstaklega til umfjöllunar og afgreiðslu þar sem hún er eina af fjáreigendum í þessu tilfelli og ef enginn hefur því andmælum þá tökum þann lið líka hér á eftir til sjálfstæðrar umfjöllunar og afgreiðslu. En orðið er laust í fundargerðin bæjarráðs. Stefán Þór Eysteinsson við með orðið, gerðu svo Stefán. Forseti,
bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og starfsmaður. Það sem fór að ræðum fundagerðir hérna bæjarráðs, byrja á fundagerð bæjarráðs númer 908 og fara í lið 1-5 sem eru einmitt áhrif kjarasamninga. Við höfum síðustu ár frá því að þessar svona kjara hækkanir á kjarasamningum svona fóru á stað og þessar viðræður, þá höfum við verið að leggja pening til hliðar í hérna sameiginlegan svona sjóð þar sem við vorum aldrei vissum nákvæmlega hversu háar þessar hækkanir yrðu. Það er ánægjulegt að núna sé það komið í ljós og það sé þetta svona sjá nákvæmlega hver áhrifin eru eins og Ragnar kom inn á áðan. Þá er þetta ákveðnar hækkanir þarna á launum hjá sveitarfélaginu, en svo sem kannski ennþá ánægjulegra að þetta er, við gerðum ráð fyrir ríflegum hækkunum og hérna þetta er svona innan þeirra marka sem við gerum ráð fyrir, sem eru þetta mjög ánægjulegt, en að sama skapi verður líka gott að fá að sjá almennilega næst í hérna þegar tekin eru saman í hinu mánaðarlega yfirliti hvernig þetta kemur allt saman út hjá okkur, en þetta er hérna frábært að fá þetta inn núna. Aðeins lið 1-7 sem er rekstur skíðasvæðisins í Holtskarði, þarna er einmitt komið inn á eins og Ragnar svo sem fór ágætlega yfir ákveðið viðhald sem er komið á þetta toppmastur. Ég held að sé, við vorum svo sem allir saman það, að það er mikilvægt að fara í viðhald á þessu toppmastri. Að hafa toppliftuna að opna er auðvitað gríðarlega mikilvægt, það svona eykur alla möguleika inn á svæðinu og ég held við séum langflest sammála mikilvægi skíðasvæðisins og við vitum að það hefur kannski ekki alltaf verið rekið réttum megin við núllið, kannski sjaldnast, en mikilvægi skíðasvæðisins fyrir sveitarfélagið er auðvitað gríðarlega mikið, þannig það er í mínum huga mjög mikilvægt að við höldum áfram að reka það eins vel og við getum, og það að fara í þetta viðhald er auðvitað bara nauðsynlegt í mínum huga til þess að við séum svona ná að nýta allan þann kraft sem við getum fengið út úr þessu skíðasvæði, því að bæði er þetta gríðarlega mikilvægt lýðheilsumál fyrir okkar íbúa, sem og þetta bara gríðarlega mikið aðdráttarafl fyrir fólk sem er annaðhvort íhuga að flytja eða einfaldlega að koma í heimsókn. Þannig að það var mjög ánægjulegt að allir væru sammála að fara í þetta viðhald og ég held að sé gríðarlega mikilvægt að það sé farið í það sem fyrst, svo að þetta veri klárað fyrir komandi skíðavertíð, svo að við séum örugglega með allt svæði virt. Aðeins svo að fara yfir í lið 1-15 sem er tillaga flokkun Hamarsvirkjunar. Við höfum lengi rætt þetta í bæjarráði og svo sem á ýmsum öðrum vettvangum og rætt þetta við önnur sveitarfélög og flestir eru þarna sammála mikilvægi þess að koma Hamarsvirkjun í einhvers konar nýtingu sem fyrst. Þetta er auðvitað gríðarlega mikið í húfi fyrir okkur sem og aðra, og það var ánægjulegt að sjá að öll sveitarfélög á Austurlandi sem að senda inn umsögn voru sammála okkur í því sem að þeir voru að segja, og svo sem eins og er rekið í ákvörðunum að breyta þessu, það er að segja að hún fær ekki í verndarflokk heldur fær í biðflokk, að þar eru þau rök okkar og annar að tekin gild í því, og þannig þetta er auðvitað gríðarlega mikilvægt að þetta komist á sem fyrst. Þannig að það er mjög jákvætt að þarna hafi verið tekin ákvörðun um að fara allan þessa leið, og við hefum svo auðvitað verið til að sjá þetta fara lengra eins og Ragnar kom inn á. Nú aðeins undir fundagerð bæjarráðs númer 909. Við tókum fyrir í lið 2.1, það er fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar, það eru þessi drög eða þessi fjárhagsrammar, þar sem að núna fá nefndirnar það verkefni, sviðsstjórar og starfsmenn að útbúa fjárhagsáætlun næsta árs, sem eru þetta krefjandi og en skemmtilegt verkefni sem að verður gaman að kljást við, og það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta kemur frá nefndum. Við erum þetta búin að vinna aðeins í þessum römmum, þannig það verður fróðlegt að sjá hvernig vinnunni vindur fram inn í nefndunum. Það var svo sem ágætlega búið að fara yfir lið 2-4 sterkur stöðaförur, en ég held að sé bara eins og Ragnar kom inn að mikilvægt að hvetja þá sem hafa tíma til og tök á að mæta og taka þátt í þessu. Þarna verður farið yfir þessi starfsmarkmið sem búið að vinna
þennan tíma. Það þetta mjög ánægilegt að skyldi nást að framlengja verkefni 1 ár og það raun og veru bara virkilega skemmtilegt að sjá hversu mikill kraftur í íbúum á Stöðvarfirði. Líka brottfluttum sem hafa verið að vinna verkefni þarna inni og komið með virkilega skemmtileg verkefni. Þetta búið að vera ótrúlega flott vinna sem hefur verið í gangi þarna og ég mæli með að fólk taki þátt sem hafa tök á. Aðeins lið 2.7 sömuleiðis sem hjólarampar á Reyðarfirði. Þetta var auðvitað gríðarlega skemmtileg hugmynd sem kom þarna inn og það gaman að sjá hversu mikið hugmyndaflug og mikill kraftur í þessu unga fólki hér því það ekkert svo langt síðan að við fengum erindi Strandbakvöllinn. Þannig það virkilega gaman að fá inn þessi erindi og við tókum vel í þetta eins og kom fram áðan. Aðeins undir lið 2.8 sem samstarf í öldrunarmálum milli Fjarðabyggðar og Heilbrigðisstofnunar Austurlands eða HSA. Þarna verið að rýna þessa þjónustu sem verið að veita eldra fólki þá og við höfum lengi verið í samræðum við HSA til að mynda gott að eldast og eins og Ragnar kom inn að þá líka verið að skoða fleiri og aðra hluti og gríðarlega mikli möguleikar þarna í boði og við sjáum bara möguleikana fyrir HSA að stækka á dafna og það eru ákveðin möguleikar fyrir hendi að gera þetta ennþá öflugri heilbrigðisstofnun en það er ákveðinir hluti sem þurfa að ganga upp svo að það gangi eftir en svo sem bara ákveðin vinna sem í gangi og gríðarlega mikilvægt í mínum huga að hún sé unnin vel og vandlega og að öll og já, sem að hingað til hefur verið og ég hef ekki trú á öðru en að svo verði áfram. Aðeins svo undir lið 2.9 sem samningur við Pieta samtökin þar sem var samþykkt samhljóða að hækka þessi árlegu framgjöld Pieta þarna. Þetta auðvitað ekkert pólitískt mál, allir einfaldlega sammála nauðsyn þess að gera þetta til að koma til móts við Pieta samtökin og bara styrkja þetta félagslega öryggisnet sem hér til staðar nú þegar. Samstarfið hefur gengið vel, þetta auðvitað gríðarlega dýrmætt fyrir okkar samfélag og mjög nauðsynlegt fyrir okkur að geta tryggt í raun og veru aðgang fólks að þessari þjónustu. Þetta auðvitað bara fjárfesting í velferð, þetta fyrirbyggjandi, við erum aðstofa fólk sem þarf á því að halda og bara hvetja alla þá íbúa í Fjarðabyggð sem að telja sig þurfa á þessari þjónustu að halda að nýta sér hana og þetta sé bara mikilvægt að allir séu meðvitað það, en ekki meira frá mér í bili. Takk fyrir Stefán, orðið laust, óskattir að fá taka til orðs hérna bara stutt. Þetta er óþarfur svona endaka sem samstarfsmenn mínir í bæjarráð að fara yfir kannski. Mestulega að koma inn á málum við Vatnsveitu Stöðvarfjarðar sem var hér til umfjöllunar í fyrri fundagerð. Svo Ragnar kom inn á að við höfum verið að vinna töluvert síðustu ár, nokkuð mörg ár í vatnsveitum og endurbótum vatnsveitum í hverfum sveitarfélagsins og Stöðvarfjörður var þar undir einni. Það náttúrulega með margar þessum vatnsveitum bæirnir byggðust upp í þessi gamlu byggðarlag byggðust upp í nokkrum áföngum og menn voru þá ofta að gera viðbætur við vatnsveitunar á móti og kannski skorti svona upp á að menn settu það mikið niður á blað og meira var í hugum þeirra sem þá voru að vinna. En auðvitað höfum við erum sett í það mikinn kraft núna og það mun vera til lykta leitt hvernig við náum að geisla vatnið sem kemur inn. Það hefur verið áskorun í því að eins og við fram hefur komið að það voru 3 vatnstökustaðir á Stöðvarfirði eða 3 svokallaðir upptökustankar fyrir vatnið og við þurfum viljum geisla það náttúrulega inn og þurfum að geisla það inn á einum stað. Útfjóluböðu lósin sem við erum komið með á held í öllum öðrum stöðum hjá okkur meira og minna og bara algjört forgangsverkum við ljúkum því núna því verki og ljúkum þar að leiðandi kannski svona síðustu stóru endurbótunum núna á þessum vatnsveitum í byggðarlaginu okkar náttúrulega eins og komum fram erum að horfa til hvernig við getum komið á móts við dreifbýlisveituna í Mjóafirði sem tengt þar hluti en það kannski öðruvísi áskoranir þar sem heldur í vatnsveitum þar sem við erum með þéttbýli og síðan náttúrulega aðeins bara málefni skóla við 98-112 sem náttúrulega þyngri en tárin takið að þetta sé ennþá á þeim stað að það hafi verið meiri gangur í trjánum sem að vaksa inn í grunnunum heldur grunnunum sjálfum
þetta finnst manni það sorglegt að fyrirtæki sem fara í fjárfestingar þess að skuli ekki ljúka þeim eða koma þeim til nota. Eins og kom fram í máli Ragnars þá höfum við lítil úrræði eftir, það er búið að tryggja öryggi þannig að enginn á að komast að grunn eða þannig að sé grunnum fólk standi ekki hætta að börnum sérstaklega hætta að þessu og komast þarna inn. En auðvitað vil maður sjá það að fyrirtæki fari ekki á stað og þetta er svo sem ekkert einstæmi hér, við sáum það núna í fjölmiðlum í vikunni að Reykjavíkurborg var að fara yfir ýmiss konar áskoranir sem þeir hafa í sínum hverfum, ekki síst í miðborginni, það sem eru lóðir með húsum í mjög mismunandi ásigkomulagi sem ekki gripið til framkvæmda eða loki framkvæmdum á og er að skoða það frá sinni hlið núna veit ég og við sáum það þar hvaða úrræði samfélagi hefur til þess að segja við viljum að þetta sé nýtt og þetta rísi eða sé fjarlægt. Þannig að vonandi sjáum við einhvern árangur núna þessu ári. Þetta er búið allt og langt mál og sveitarfélag hefur sannlega reynt að koma því frá þeim hliðum sem það getur komið að því. Síðan bara örstutt verkefni sterkur stöðafjörður sem var mjög alveg að heyra kynningu verkefnastjóra hérna síðasta bæjarasundi. Ég vona að það veri góð þáttaka á fundinum eftir. Ég kemst í miður ekki suður eftir til að vera með þannig í kvöld eða vera svona áhorfandi. Við höfum nú meira komið til þess að fylgjast með. Því að þetta er náttúrulega verkefni sem íbúarnir að vinna. En líkt og verkefni sem unni var í Breiðdal áður en og var verið að ljúka þegar við sameinuðumst Breiðdal 2018. Það sem brotabyggðir voru inni eins og þarna þá vona ég og maður sér að það er ýmsir vísar í svo það mörg fræ sem þetta skilar og er að munu skilin í framtíðina. Þannig ég vona að þetta veri góðu fundur eftir með íbúunum og veit að þau sem hér ætla að fara munu bera kveðju mína því miður því ég kemst ekki með suður eftir. Síðan er það náttúrulega bara að taka undir eins og annað með samningi við Pírata-samtökin. Það var náttúrulega auðsótt að leggja meira til samnings þó maður hefði óskað þess að það þyrfti ekki jafn mikla þjónustu, þá það laust og þetta er mjög mikilvæg samvinna sem við eigum við Pírata-samtökin sem hafa staðið hér mjög vel að málum og vonandi nýtir fólk sér það sem á þarf að halda því að og leiði líka er það ákall til okkur og líka áskorun okkur að ýta við betur geðheilbrigðiskerfinu. Við þurfum að sjá meiri og sterkar uppbygging þó mörg góð skref hafi sannlega verið stigin. Þá þurfum við eflingu þess hér á Austurlandi eins og annars staðar. Við þurfum meiri viðveru fagaðila og lækna og vaktir á því og vonandi tekst okkur að ná meiri árangri þar í samstarfi við heilbrigðisyfirvöld á Íslandi. Það var ekki fleira, ef vilja fleiri hvað þessi hljóðs. Svo er ekki, þá ætla ég að bera upp fundargerðir bæjar og svona 908 og 909, undanskildum lið 9 og 10 í fundargerð 908, þess að það samþykkja finnst gemerki, það er sagðið með 9 atkvæða. Þá ætla ég að byrja að taka hér til umfjöllun á liði 9 og þá ætlar Jóhanna Sigurðsdóttir bæjarfulltrúi að fá að stíga úr sal. En það snýra aðgengismálum á Lundagötu 4 Reyðarfirði og afstöðu þar sem bæjarna tók til krafna eins og kemur fram í bókun og það geta ekki orðið við kröfum lóðarhafa í þessu máli. Orðið laust þetta. Engin hvað þessi hljós, ég ætla að byrja til saðan þess að saðan ekki með skeiðmerki til saðan með 8 atkvæðum. Þá má Jóhanna Sigfúsdóttir ganga í sal, við tökum til umfjöllunar lið 10 í sömu fundargerð, þá ætla Þuríður Lilja Sigurðardóttir að ganga úr sal sem fjallar þetta er sem sagt kvörtun sem bæjarráði barst ágangsfé í landi Áreyja í Reyðarfirði og bæjarráð hefur tekið til umfjöllunar, látið skoða og í framhaldi sent áskorun til þeirra sem telja sig eiga fjárvon í landi Áreyja að þeir sæki það fé sem þeir telja sig geta átt þar. Vill einhver kveðja sig hljóðs við þetta mál? Svo virðist ekki verið að byrja til saðan þess að þetta saðan ekki vinst gemerki, þetta er saðan með 8 atkvæðum og Þuríður Lilja má ganga í sala 9. Þá er hér næst á dagskrá fundarins, það er liðið 3, það er fundargerð skipulags- og framkvæmdanefndar með 39, orðið laust ef hann vill einhver kveðja sig hljóðs. Svo virðist ekki vera, ég ætla að bera hann upp til samþykkt þess að hana samþykkja vinst gemerki, hún er saðan með 9 atkvæðum. Þá er næst fundargerð fjölskyldunefndar með 36, vill einhver kveðja sig hljóðs hana. Svo verðist ekki verið að bera hann eftir saðendar. Hún er saðend með 9 atkvæðum.
Það var næst fundargerð stjórnar menningarstofnun 20, leið ekki orðið laust, maður óska eftir að fá hvað mér aðeins hljóðs þessa fundargerð. Svo sem bara eins og ég hef áður gert bæjarfulltrúa til að skoða yfirlit, þarna var lagt fram yfirlit starfsmanna menningarstofu. Verkefni núna á þessu ári, við höfum tekið með reglubundum hætti yfirlit yfir verkefni síðustu mánaða og fjallað Þetta var svona verkefni sumarsins, það hefur verið líflegt sumar hjá menningarstofu á svona með mjög svona víðum skilningi, menn hafa komið af miklum og margvíslegum uppákomum. Það er svona sérstaklega ánægilegt í þessu að við vorum eins og venjulega með skapandi sumarstörf, þar sem voru 6 ungmenni sem tóku þátt í skapandi sumarstörfum hjá okkur í sumar. Við erum afar stolta af skapandi sumarstörfum, við höfum haldið þessu verkefni út í núna nokkra ára skeið, já, þetta sé ekki orðin 6-8 ár síðan við hófum þetta reyndar í samstarfi þá við forvera Múlaþings, Fljótsdalshérað og Fljótsdalshérað áður en Múlaþing var til. Við vorum í samstarfi fyrsta ári en síðan í framhaldi af því þar sem Fljótsdalshérað treysti sig til frekari þáttöku þá tókum við verkefnið hér heim og höfum haldið því og það hefur verið góð þáttaka, þetta 6 og allt upp í 8 ungmenni sem hafa fengið þann tækifæri til þess í sumarstörfum að í staðinn hefðbundna sumarstörfum að fara í listsköpun og vinna að því og blandast inn í listasmiðir og fleira sem við verðum með. Þetta var verulega gekk bara vel í sumar og heilmikill afrakstur af þessu sem voru sýnt hér á lokasýningu skapandi sumarstarfa. Þá voru starfrækti en þá líka listasmiðir fyrir börn, það voru 4 þetta árið, þar sem 21 barn tók þátt og dreifist hér sveitarfélagið, voru í hverfunum og gekk vel og síðan náttúrulega ýmis konar uppákomur, rannsóknarsetri, listamannadvölin segi í Þórsmörk var í gangi og er enn í gangi. Það eru sýningar í samstarfi við listamenn sem það dvelja í ýmis konar útfærslum og ýmis konar útfærslur eftir þar sem eftir að koma og vera með okkur núna fram á haustið. Þetta verður út október, og síðan náttúrulega hefur verið samstarfið Brján tónleikaröð sem hefur farið fram á þessu ári í tónspil. Það samstarf, eða slíkt samstarf, menningarstofa hefur komið að slíka samstarf og mennir að horfa til þá að fara í jafnvel í annan byggðakjarna næsta ári með svipa samstarf við aðila. Þarna horfum svolítið menningarstofa til þess að auka samstarf við grasrótarsamtök í þessu, koma að þessu með þeim hætti og þetta hefur gefið góða raun þarna og vonandi gert það líka verkum að tónspil sem er ný aðstaða sé komið með svona sterkt nafn út úr þessu og síðan verður horft til hugsanlega nýra áhersla á nýja ári í þessum samtalsverkefnum sem þessu. Þannig að það hefur ýmislegt verið þarna og ferðin og verður áfram. Skjalasafn, við vorum að fara yfir, það er byrjað að flytja inn í verðandi skjalasafn Fjarðabyggðar sem mun hýsa bæði skjalasafn sveitarfélagsins og héraðs- og skjala- og myndasafn Norðfjarðar sem var fyrir sameiningar eina héraðsskjalasafni í forverum hjá forverum Fjarðabyggðar. Aðrir voru þáttakendur í héraðsskjalasafni Austurlands. Mynda- og skjalasafn Norðfjarðar er svo hluti af því samstarfi og kemur til þar inn í. Það er byrjað að nýta húsið, þessar innan svona restar litlu sem eru hafa svolítið tekið tíma sem meira heldur en kannski þetta áttu von á eða ljúka en húsið er sannlega komið í gang. Það er verið að tæma hús núna og byrjað að flytja inn skjöl og muni sem munu fara í flokkun og síðan til áframhaldandi geymslu og það verður náttúrulega verkefni bara alls vetrarins. Við verðum að fara að tæma töluvert eins og áður komið fram töluvert af geymslum sem eru henta misjafnlega vel vítt og breytt sveitarfélagið þarna út eftir og síðan það húsnæði sem skjala- og myndasafn Norðfjarðar hefur í langt skeið ásamt fleiri minni geymslum. Þannig að þetta verður vonandi með nýju ári komið allt á einn stað og þar er leiðandi hægt að vinna með það þar áfram eins og sveitarfélaginu ber skylda til með öll skjöl alltaf 30 ára aldri. Jafnframt horfum við til þess að vígja húsið svona formlega. Það hefur komið beiðni frá starfsmanni á skjala- og myndasafninu og það verið gert í febrúar á afmæli þess safns sem það verið þá 47 ára ég maður rétt og ég held að við erum eftir að fjalla það í stjórnmenningarstofu. Ég held að við tökum
vel í þá hugmynd, þá munum húsið vera svona formlega tekið í notkun og vonandi þá komið allt á fullt sving en sannarlega kærkomið það sé komið í notkun því að við þurfum árið þegar að halda að koma þessum munum fyrir, þessum skjölum fyrir. Síðan hefur verið að vinna með teiknistofunni Stiku að hönnun á Stríðsráðsafninu. Erum svolítið að horfa til þess að því það er stefna okkar þess að náttúrulega byrja þar framkvæmdir núna. Stefna var svona í lok þessa mánaðar, byrjun október, á þeim framkvæmdir sem getum byrjað á. Tíð er góð. Þá í móttökurými svona, við höfum sett það í forgang, móttökurými við sem er í tengslum við núverandi bragga sem eftir stendur og síðan uppbyggingu á næstu bröggum. Þeir verða báðir reistir aftur eða verða reistir braggar samsvarandi þeim sem þurft að víkja eftir óveðrið og þar mun sýning Stríðsráðsafninu flytjast út í það í framtíðinni. Það hefur verið verulega gott samstarf við Stiku þau komu inn í þetta verkefni núna í sumar og hafa vunnið þetta af miklum krafti. Við erum að vinna með þessa mynd sem var fyrir, vinna með braggamyndina að safninu og stefnum að því að hefja framkvæmdir þessu ári og í miklum bjartsýni teljum við að við getum vonandi tekið þær að einhverju leyti í notkun líka næsta sumar fyrir komandi sýningu næsta sumars. En síðan þetta er þetta hortis, þessi hönnun og öll hortis, hún sé áfangaskipt og hægt sé að vinna þetta í áfengum og taka þetta í notkun í áfengum. Þannig að vonandi gengur það eftir en það er verið að vinna og kasta á milli núna hugmyndum og við býðum eftir að Stjórn menningarstofu fái til svona endanlegri útfærslur sem hún geta á fjallaðum og eftir atvikum gert við að tillögur eða samþykkt og þannig að byggingarnefndarteikningar komi þá næst inn og við hefjum þessar framkvæmdir. Síðan ræddum við aðeins stöðu bæjarhátíða og styrkveitingar í kringum þær. Ætlum okkur að vinna aðeins með það inn í fjárhagsvottunarferli og jafnvel eiga fundi með aðstandum þessara hátíða síðar á þessu ári og svona fá að heyra aðeins hvernig hefur gengið og svona framtíðarsýnina. Þannig að það er ýmislegt að næga að taka í starfi Stjórn og menningarstofu en fyrst og næst erum við þetta afar ánægð með raun og veru svona kraftinn og gangmála hjá starfsmönnum menningarstofu og svona þeirri grósku sem er í menningarlífinu og mikilvægt að halda vel utan um það og styðja það og styrkja áfram. Þá hef ég ætla ekki að segja meira um þetta, orðið er laust um þessa fundagerð. Arndís Bára, Gísladóttir, gerðu svo vel. Takk fyrir, forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar og starfsmaður. Ég veit ekki alveg hverju ég að bæta við. Þetta var vel yfirfarið hjá honum Jóni Birni. En kannski svona verkefni sem stóð upp úr í sumar voru sementstankarnir sem eru á Reyðarfirði. Við erum ofta að horfa í eitthvað svona tölur þegar það kemur að svona gjörningum og listahátíðum og ég held að það hafi ekki fleiri mætt á listagjörning í Fjarðabyggð en í sumar þegar fólk var að fara ofta á dag til að fylgjast með framkvæmdunum, jafnvel fara úr öðrum bæjarkjörnum til að líta á þetta. Ég veit að fólk úr Múlaþingi var að kíkja niður eftir og þetta bara vakti mikla athygli og mjög vel heppnað verkefni og kannski bara eitt af þessu sem svona byrjar þetta. Við erum náttúrulega alltaf að reyna að efla útilistaverkin okkar og þetta er eitt skref í því. En við svo sem það er svona árlegt hjá okkur í Stjórn menningarstofu að gera upp sumarið á haustfundi og þá förum við yfir þessi verkefni. Þau voru mörg, þau voru fjölbreytt, náð til margra. Það var uppskeruhátíðin til dæmis hjá skapandi saumastörfum sem var virkilega flott og þar sá maður alls konar verkefni sem ungmennin voru að gera og ég var svona að ræða við fólk á hátíðinu og við vorum sammála það hvað þetta er mikilvægt verkefni. Þarna voru jafnvel ungmenni sem bjuggu ekki í Fjarðabyggð og vildu að þau væru með lögheimili til að geta skráð sig á næsta ári. En þetta er bara vel heppnað og svo gaman að sjá hvernig þetta tvinnast líka inn í önnur verkefni hjá okkur. Ekki bara þetta eitt og sér heldur líka inn í bæjarhátíðir og annað. Svo er það náttúrulega brasið okkar sem er í ár.
Þetta verður 2 stór verkefni og fer að byrja og fer inn í skólana og alltaf voða gaman að svona leyfa listina að koma inn í skólan. Og svo er það skjalasafnið sem hefur verið mikið til umræði hjá okkur. Við fengum að sjá myndir og þetta lítur ótrúlega vel út og ég hlakka bara til þegar við gerum þetta almennilega og fögnum því að þessum áfanga er lokið og getum að haldi utanum öll okkar gögn, myndir og skjöl á sama stað, á öruggum stað. Ég held að það er það sem að skipti máli. Svo er það framtíð íslenska stríðsvarasafnsins, mjög spennandi verkefni sem við erum að skoða og ætlum að gera vel. Og eins og Jónbjörn sagði, ætlum að taka þetta í áfengum, ætlum að þetta móttökurými sem verður mjög flott og að reyna að nýta þá þann bragga sem er til staða núna sem svona líka svona ekki hluta beint á sýningunni heldur líka hægt að nýta sem svona samkomustað hérna á Reyðarfirði sem að hefur alveg vantað. En allavega eins og ég segi, haustfundur hjá Stjórn- og menningarstofu fer oft í að fara yfir sumarið og á næsta fundi förum við yfir næstu skref sem verður mjög spennandi. Takk fyrir. Takk fyrir Arndís. Það er fleiri hvað þessi hljóðsund Stjórn- og menningarstofu. Svo verðist það ekki verið að bera til samþýtta á fundargerð. Við erum sagðið með 9 atkvæðum. Þá eru hér komin liðin almenn mál. Það er fyrsti liður, það er fjárhagsáætlun 2025 viðauki 1. Ég mun nú mæla fyrir þessum viðauka að hann er gerður til þess að mæta áhrifum af kjarasamningu sem samþykktir voru eftir að gildandi launaáætlun var samþykkt fyrir árið 2005. Eins og með þekkið þá voru kjarasamningar enn í gangi, kjarasamningar hrina og henni nú að verða, ég hugsa að henni nú svo til eiginlega lokið á vettvangi sveitarfélaganna og svona vel flest áhrif að því komum fram þó eitthvað lítið sáttari eftir kannski að koma fram hjá okkur í hér síðar árinu. En það var eins og áður komum fram að gert ráð fyrir viðbóta kostnað á þessu ári og hann var settur inn á liðin óviss útgjöld. Það voru lagðar til hliðar 562 milljónir og nú eftir á þessum viðauka sem við lagðum fyrir bæjarráð hér á fundi 809 þá er komið fram og er hér lagður fram til saðhendar og umræði í bæjarstjórn að þá liggur fyrir að það þurfa til þess að mæta áætlun launakostnaði hækkun á þessas launakostnaði vegna kjarasamningabreytinga eru metnar 479,4 milljónir sem er hér í þessum viðauka skipt náttúrulega niður á málaflokkana eftir því og það er svona að lesa það allt saman. Þetta er heildartala þeirra breyting og það er náttúrulega muna mestu með stærsti liðurinn í fræðslu uppeldismálum í ljósi þess að það eru náttúrulega líka langflestir starfsmenn hjá okkur í þeim málaflokki. Það er því lagt til í viðaukanum áætlaður launakostnaður í þessum málaflokkum hækki alls áðurnefnda tölu 479.408.301 krónu og liðurinn óviss útgjöld verið lækkað sem fjárhæð og að þessari breytingu lokinni mun sjóður eigi fyrir aðalsjóðs hækkun 25,3 milljónir og lækkun sömu fjárhæði B-hluta. Þessi breyting hefur þá áhrif á fjárhæðbyggð og það er svo breyting sem verður á fjárhæð fjárhæðbyggðar að rekstrarniðurstaða aðalhluta batnar 25,3 og er nú áætluð í ákvæðum 233,7 milljónir króna. Áætluð rekstrarniðurstaða í B-hluta með lækkun sömu fjárhæðin áætluð í ákvæðum 412 milljónir og þessar breytingar hafa engin áhrif á allar rekstru samstæðinni heild það sem gert ráð fyrir sem kostnaði í upphaflegri fjárhagsáætlun. Og hér er einnig sem ræða tilfærslu á milli málaflokka. Orðið er laust hennan viðauka. Enginn þessi hljóðs, ég ber hann eftir saðhendar, hann er saðhendar með 9 atkvæðum. Þá er hérna komin reglur sem þurfa, eins og með þekkja, reglur fjárhagbyggðar þurfa að fara í sérstaka umræðu í bæjarstjórn, einu umræðu. Hér er fyrst reglur fjárhagbyggðar stuðningu börn og fjölskyldu þeirra. Þessi vísa hér frá bæjarráði til afgreiðslu bæjarstjórnar en kom náttúrulega frá fjölskyldunni uppalega. Þessar, eins og svona samandregið, þessar reglur svona helstu breytingar, þetta eru 9 ára breyttar reglur, taka þetta stuðningu börn og fjölskyldur í fjárhagbyggð og í þessum drögum er því fjallaðum stuðning fjölskyldur sem áður voru sérreglur og einnig skammtímadvöl sem ekki hafa reglum áður og þetta miðar að því að samræma reglur núgildandi lögum og skýra hlutar stuðningsfjölskyldur og skammtímadvölar. Orðið er laust þessar reglur, vil einhvers ljós, svo verðist ekki verið berið til saðhendar. Það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá er næst reglur fjárhagbyggðar stóðþjónustu
og í svona þarna er verið að draga fram þar voru ekki reglur hjá okkur sérstakar stoðþjónustu og hér er búið að vinna þær regluna með að því að tryggja sveitarfélög uppfylli lagaskyldu sína, skýra fyrirkomulag, umfang og framkvæmd stoðþjónustu fyrir fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir í sveitarfélaginu. Orðið er laust þessar reglur stoðþjónustu. Leggur þessi ljós. Svo verðist ekki vera afsakið, ég ber þar upp til afgreiðslu. Það er þetta með nýjatkvæðum. Afsakið. Árnast reglur fjárabær notasamninga og þessar reglur koma líkt og hinar frá fjölskyldunefnd til bæjarins og hingað. Þetta eru draugareglur notasamninga sem ekki voru til sem slíkar en þær undir þær falla reglur notastýra persónulega aðstoð fyrir fatlað fólk sem áður voru sérreglur. Orðið er laust þessar reglur. Enginn vill einhver þessi ljós. Svo verðist ekki vera í beröndi saðandar. Það er saðandar með nýjatkvæðan. Þá erum við komin í deiliskipulag efri biðstöðvarferðar. Hér er komin frá skipulags- og framkvæmdanefnd uppfærð greinargerð vegna deiliskipulagsins efri byggð- og stöðvarfirði í samræmi með umsögn Minjastofnunar og bæjarstjórnin hafði áður staðfest skipulagið á fundi sem 5. júní en þetta er uppfærð greinargerð. Vill einhver hvað þessir ljós þetta? Svo virðist ekki verið berið upp til atkvæða. Þetta er samþykkt með nýjatkvæða. Þá var hér næst grenndarkynning vegna Blómstáta 31. Vísa til staðfestingar bæjarstjórnar grenndarkynningar Blómstáta 31 sem er lokið. Vill einhver hvað þessi hljóð hana? Svo virðist ekki verið berið upp til samþykktar. Hún er samþykkt með nýjatkvæða. Þá var næst grenndarkynning vegna Kvíabrekku 1A. Þetta er óveruleg breyting á deiliskipulag Melur 1. Grenndarkynningu lokið, engar athugasemdir voru gerðar við fyrirhugaðar framkvæmdir. Vill einhver þess ljós hana? Svo virðist ekki verið berið til samþykktar. Þetta er samþykkt með nýjatkvæða. Þá er næst óveruleg breyting á deiliskipulagi Smábátahöfn Bankastræti 5 og þetta er óveruleg breyting á deiliskipulagi Smábátahafnar Bankastræti 5 á Stöðvarfirði. Breytingin var ekki talin á grenndaráhrif og var því ekki grenndarkynnt og henni vísa beint hér til afgreiðslu með þessi ljós hana. Svo virðist ekki verið berið til samþykktar. Hún er samþykkt með nýjatkvæða. Síðan er næst óveruleg breyting deiliskipulags miðbæjar Neskaupstaðar. Þetta er óveruleg breyting deiliskipulags miðbæjar Neskaupstaðar Þórólfsgötu 1A. Nefndin taldi breytingun ekki hafa grenndaráhrif og því henni vísa beint hér til afgreiðslu bæjarstjórnar. Vill einhver þessi ljós? Svo virðist ekki vera þegar berið til samþykktar. Hún er samþykkt með nýjatkvæða. Þá er þetta síðasti liður á dagskrá í dag, bæjarfulltrúar og góðir. Ég þakka bæjarfulltrúum fundarsetuna og næsti fundur bæjarstjórnar er boðaður hér eftir 2 vikur og er hann ekki hér á miðvikudegi vegna fundar SSA daginn eftir. Þannig að það verður boðað til hans með dagskrá. Ég þakka bæjarfulltrúum fundarsetuna og segi fundi slitið.